Það eru ógeðslega margir hlutir sem pirra okkur. Fullt af pínlitlum smáatriðum sem einhvern veginn taka bara yfir alla við okkar. Og við sogumst einhvern veginn ofan í það og tínum okkur í því. Þetta getur verið rifrildi, eitthvað sem eitthvað sagði eða bara jafnvel umferðin. Og þarna er maður búinn að festa sig í litlu myndinni. Maður festist í smáatriðunum og þá veldur manni streitu. Þyngslum í líkamannum og getur hreinlega valdið okkur þjáningu. En kannski er kominn tími til að fara að hugsa hið efra en ekki það sem á jörðinni er. Það er að segja, þysjaðu út eða zoomaðu út og fáum að sjá þetta í stærra samhengi. Þetta er svo að vera á göngu og horfa stanslaust ofan í götuna og sparka síðan tánni í stein og sótbölunum og andskotast út í hann allan daginn í staðinn fyrir að lyfta höfðinu upp úr bringunni og sjá hann í samhengi við umhverfið sitt og horfa á víðáttu landslagsins, á fjöllin, á hafið, sjóndeildarhringinn, sólina. Og það dregur úr streitinni, það kyrrir hugan og skýrleikinn og kærleikurinn verður meiri innra með þér. Skaltu prófa næst þegar eitthvað triggerar þig að spyrja hvernig lítur þetta út í stærra samhengi? Hvernig er stóra myndin? Litla myndin lokar huga þinn og hjarta inni, en þegar þú lyftir þér upp, þá opnar stóra myndin nýjar víddir. Hún opnar allt. Það þarf ekki alltaf að breyta aðstæðunum, heldur bara sjónarhorninu.